Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir, tekur til máls um fundarstjórn forseta. Forseti. Þetta hefur verið afar áhugaverður fyrirspurnatími hér á ögurstundu í íslenskum stjórnmálum og fyrir þjóðina alla. Og það sem gerðist hér var sitthvað, en það sem var kannski mest áberandi og mest til umhugsunar er það sem gerðist ekki. Það er það að forysta ríkisstjórnarinnar, hæstv. ráðherra Bjarni Benediktsson og hæstv. ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson, sáu enga ástæðu til þess að biðjast afsökunar á þeirri stöðu sem upp er komin, að biðja þingið afsökunar, að biðja þjóðina afsökunar á þeirri stöðu sem hér er upp komin og er fordæmalaus. Íslensk þjóð hefur dregist ofan í svelg siðleysis þessara ríkisstjórnarflokka og það er á ábyrgð forystu ríkisstjórnarinnar að tala til þjóðarinnar á slíku stundu. En hvað gerist þá? Hér er ríkisstjórnin með slíka forystu að þeir ætla að fara að útskýra það fyrir stjórnarandstöðunni, fyrir alheimspressunni, fyrir öllum í veröldinni að þetta sé allt saman á misskilningi byggt af því að einhverjir hafi borgað skatta og skyldur. Af því að vandinn sé ekki sá að pólitísk forysta á Íslandi er með nöfnin sín í skattaskjólum. Virðulegur forseti, það er ekki einn einasti þýskur stjórnmálamaður á þessum pappírum. Af hverju ekki? Það er vegna þess að fólk úti í Evrópu, það skilur þennan mun. Það skilur þennan mun og þetta er átakanleg staða sem íslensk stjórnmál eru stödd í. Háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Helgi Hjörvar, tekur til máls um fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti. Afstaða formanns Sjálfstæðisflokksins til aflandseyja þarf ekki að koma á óvart. En það kemur sannarlega á óvart að nýr tilvonandi forsætisráðherra Framsóknarflokksins segi það hér að það sé bara allt í lagi að eiga fjármuni á Tortóla og öðrum aflandseyjum. Ég hélt satt að segja að Framsóknarflokkurinn væri ósáttur við það og þess vegna hefði hæstv. forsætisráðherra sagt af sér. Og við hljótum að spyrja: er það stefna Framsóknarflokksins að það sé bara allt í lagi að geyma peningana sína á aflandseyjum? Finnst Framsóknarflokknum bara allt í lagi með aflandseyjar? Eru þingmenn Framsóknarflokksins hér í salnum sammála tilvonandi forsætisráðherra um það að það sé ekkert athugavert við það að geyma peningana sína á Tortólu? Eða eru þeir ósáttir við það að menn leiti slíkrar undankomu með fjármuni sína sem það er að vista þá á aflandseyjum? Háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, tekur til máls um fundarstjórn forseta. Herra forseti, Ísland nýtur algjörrar sérstöðu meðal evrópskra þjóða hvað varðar hlutdeild ráðherra í ríkisstjórn í skattaskjólum. 3 ráðherrar í ríkisstjórn Íslands, sem nú mun skila inn umboði sínu á eftir, hafa átt fyrirtæki í skattaskjólum og 2 þeirra ætla sér að halda áfram í ríkisstjórn Íslands. Hér á morgun mun stjórnarþingmönnum gefast tækifæri til að segja almenningi á Íslandi hvort þeir styðji ráðherra og ríkisstjórn einstaklinga sem hafa átt fyrirtæki í skattaskjólum. Það verður fróðlegt að sjá og ég bið hv. þingmenn að muna að krafan í mótmælunum hér úti er kosningar strax. Háttvirtur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Steingrímur J. Sigfússon, tekur til máls um fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég verð að taka undir það með félögum mínum að það var dapurlegt að upplifa viðbrögð talsmanna ríkisstjórnarflokkanna hér áðan, þar á meðal tilvonandi hæstv. forsætisráðherra. Það var engin auðmýkt, engin. Það var ekki beðist afsökunar, ekki einu sinni mildilega afsökunar á einu eða neinu. Það má kannski segja að hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra hafi verið í aðeins betra skapi í dag en hann var í stiganum í gærkvöldi, en þó munaði ekki miklu.
Þetta mál verður greinilega að ræða miklu betur. Viðbrögð Íslands núna skipta miklu máli. Eftir þau áföll sem við höfum fengið á okkur undanfarna daga þá verður að reyna að takast á við það af einurð að koma jákvæðum skilaboðum til umheimsins það hvernig Ísland ætlar að taka sómasamlega á þessu. Þannig ég fer, herra forseti, fram á umræðu utan dagskrár þetta viðfangsefni. Við höfum allt of stuttan tíma hér í dag til að ræða þetta grafalvarlega mál og sú umræða þarf að fara fram strax af því að ríkisstjórnin greinilega með hugann einhvers staðar annars staðar við að hanga á völdunum, við að komast áfram í stóla. En það verður að leggja upp vandaða aðgerðaáætlun fyrir Ísland það hvernig við tökumst á við þá stöðu sem nú upp komin. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir, tekur til máls fundarstjórn forseta. Já, herra forseti, eftir að hafa hlustað á þessar umræður sem hér hafa verið, þá sér maður að það hefur ekkert breyst, hvorki í hugafari stjórnarliða eða þær breytingar sem gerðar hefur verið að hæstv. forsætisráðherra stigi til hliðar og Sigurður Ingi Jóhannsson komi inn í hans stað. Það er nákvæmlega sama hugafarið sem gildir hjá þessari væntanlegu nýju ríkisstjórn og það er sorglegt fyrir þjóð og þing að menn nú líti þannig á að þeir neyðist til þess að gera einhverjar sætaskipan eða breytingar á sætaskipan og skilja ekki þann þunga sem í þessu grafalvarlegu máli, bæði hér innanlands og erlendis. Og að koma með einhverja samlíkingu það að við höfum unnið okkur vel gagnvart útlöndum þegar eldgosi var og það séu tækifæri í þessu gagnvart umheiminum bara svo ömurlegt að það með ólíkindum hvar menn eru staddir í þessari umræðu. Þjóðin krefst þess að þessi ríkisstjórn fari frá strax því hún svipt öllu trausti og nýtur ekki traust og hún verður að skynja sinn vitjunartíma. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Róbert Marshall, tekur til máls fundarstjórn forseta. Forseti, hér í óundirbúnum fyrirspurnatíma áðan beindi ég mjög ákveðnum spurningum til hæstv. Fjármálaráðherra, meðal annars það hvort að allir Íslendingar ættu ekki bara að geyma peningana sína á tortóla. Ég fékk engin svör við þeirri spurningu, bara eitthvert óljóst muldur grein sem ég skrifaði fyrir 10 eða 11 árum sem snerist það að biðja forsvarsmenn fyrirtæki sem ég var millistjórnandi hjá að leggja ekki niður starfsstað 110 manns. Ég bara velti fyrir mér hvað hæstv. fjármálaráðherra kemur til að vera að bera saman algjöran skort á trausti, það að hann staddur í hringiðu Panama-skjalanna við einhverja slíka grein og frábið mér það, virðulegur forseti, og vil að það sé skrifað hér í þingskjöli, að þetta sé á einhvern hátt sambærilegt. Það að menn reyni að koma í veg fyrir að fólki sé sagt upp fyrir meira en áratug, að það sé dregið hér í eitthvert vafasamt ljós og ekkert vafasamt þar á ferðinni. Ég veit ekki hvað hæstv. fjármálaráðherra gengur til með að bulla svona hérna í ræðustól. Hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, tekur til máls fundarstjórn forseta. Já, herra forseti. Það var búið að bíða lengi hér í gær og fram eftir kvöldi eftir því að hér kæmu einhverjar tilkynningar fram. Keikur stóð hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra, þó kófsveittur og mjög vanstilltur, og sagði það eru 38 atkvæði hér á bak við það og það verður felld tillaga vantraust. Ég ætla nú að vona það að þeir þingmenn sem eru að tjá sig hér í dag úr meirihlutanum, sem eru alls ekki sáttir, að þeir styðji vantraust þannig að við getum boðað til kosninga. Hann hótaði stjórnarandstöðunni, það bara þannig. Hann getur ekkert vikist undan því að hann hafi ekki gert það. Hann búinn að segja stríði á hendur við þjóðina. Hann í stríði við þjóð sína sem stendur hér út á Austurvelli dag eftir dag. Ríkisstjórnin hefur yfirbragð spillingar, sama hvort að Bjarna Benediktssyni finnst eitthvað það eða ekki, þá það svo að hæstv. forsætisráðherra sem enn starfandi setjist hér áfram sem þingmaður. Virðulegi forseti, hvernig það hægt? Ef þú ert í þessum skjölum, ef þú ert
hættir að vera forsætisráðherra þá ætlarðu bara að halda áfram að sitja sem þingmaður. Bjarni Benediktsson svaraði því heldur ekki hér áðan. Ætlar hann að standa fyrir því að ráðamenn þjóðarinnar verði rannsakaðir í gegnum þessi Panama-skjöl? Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Katrín Júlíusdóttir, tekur til máls fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, ég velti því hér fyrir mér hvað mönnum að ganga til með þessum stólaskiptum þegar að auðmýktin og eftirsján engin, bara engin. Það kom fram hér í umræðunni áðan. Það var algjörlega ljóst að menn eru búnir að ákveða það að ætla að fara hér í einhvern réttlætingarleiðangur, taka einn kall úr þessu sæti og setja hann hér út í sal og gera hann að skuggastjórnanda ríkisstjórnarinnar, en að öðru leyti er ekkert breytt. Viðhorfin eru þau sömu. Það er ákveðinn vandi sem blasir við okkur hér og ég er ekki viss að þetta þing geti starfað áfram með þeim hætti og með þeirri óánægju sem hér er fyrir utan og með augu heimspressunnar á okkur. Virðulegi forseti, því er haldið hér fram að það sé einhver munur, jú, þú getur gert greinarmun á það sé svona fólk og svona fólk, það sé A- og B-fólk sem fara með peninga í skattaskjól. Það má vel vera, en staðreyndin er alltaf þessi að sönnunarbyrðin liggur hjá þeim að sýna fram á hvort þeir hafi greitt sína skatta eða ekki. Og mér hefur spurning hv. þingmanns Róberts Marshall það af hverju förum við ekki bara öll þangað. Hún er nefnilega réttmæt vegna þess að hvað haldið að myndi gerast fyrir íslenskt efnahagslíf ef allir færu til 12. Hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir, tekur til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, eftir þessar sláandi fréttir á sunnudagskvöldið af notkun stjórnmálamanna á skattaskjólum, þá voru það þeir fjölmörgu sem mótmæltu og kröfðust kosninga strax sem björguðu ásýnd Íslands og Íslendinga í augum umheimsins. Það sem gerðist síðan í framhaldinu dró ásýndina aftur niður. Í stað þess að stíga frá öll ríkisstjórnin og leyfa þjóðinni að velja sér nýja, þá er gerð andlitslyfting. Þá er forsætisráðherra skipt út fyrir sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Varaformaðurinn Framsóknarflokksins kemur í staðinn fyrir formanninn og ekkert annað. Og íslenska ríkisstjórnin er með fjármála- og efnahagsráðherra sem hefur nýtt sér skattaskjól. Þetta getur ekki gengið. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Össur Skarphéðinsson, tekur til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, það er ekki oft sem ég er sammála hv. þingmanni Vigdísi Hauksdóttur, en ég hef sannfærst það undir þessari umræðu og undir atburðarás síðustu daga. Hún hefur algjörlega rétt fyrir sér þegar hún segir að það sé rétt að ganga tafarlaust til þingkosninga. Það hefur ríkt pólitísk og stjórnarfarsleg kreppa af völdum ríkisstjórnarinnar núna síðustu daga. Við höfum varla vitað hvort það sé forsætisráðherra í landinu eða þá hver það er. Hér hefur ekki á hinu háa Alþingi verið hægt að halda fundi svo dögum skiptir, fyrr heldur en núna, og það hefur ekki fengist á dagskrá að ræða vantraust á ráðuneyti Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar. Hæstvirtur fjármálaráðherra lýsti því svo áðan að sá trúnaðarbrestur sem verðandi hæstvirtur forsætisráðherra kallaði svo væri í reynd eitthvað sem mætti líkja við eldgos og hamfarir, og ég held að það sé rétt. Og við þær aðstæður þá er ekki hægt að splæsa saman friðinn nema að leyfa rödd þjóðarinnar að hljóma, og þess vegna tel ég að það sé einboðið til þess að koma á friði og til þess að valdþættirnir standa undir friðarskyldu sinni, þá eigi að láta þjóðina ráða úrslitum það í kosningum sem verða haldnar sem strax, sem fyrst, það hvort þessi ríkisstjórn heldur áfram eða hvort henni verði varpað á hauga sögunnar. Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Birgitta Jónsdóttir, tekur til máls fundarstjórn forseta. Forseti, hér búum við mikla óvissu. Þrátt fyrir yfirlýsingar ráðamanna að hér þurfi að vera stöðugleiki, þá hefur verið mikill óstöðugleiki hér á landi í boði þeirra.
Ég held að ástæða þess að ráðamenn þjóðarinnar vilji bíða með kosningar sé til þess að bíða eftir að reiði almennings sefist. Það er eina ástæðan. Þeir þurfa ekki að vera í forystu fyrir því að halda áfram með þau verk sem hér hafa verið unnin í þverpólitísku samstarfi og kannski þeir einu sem hafa hægt á þeim verkefnum eru þeir sjálfir út af þeirra ósætti á milli ríkisstjórnarflokkanna. Mér finnst mjög mikilvægt að við lærum af hruninu og eitt af því sem mikið var talað var að við ættum að hætta að taka lögin eftir bókstafnum og ættum að reyna að skilja hver andi laganna væri. Það að segja að eitthvað sé löglegt en siðlaust er ekki í boði í dag og það hefur almenningur sýnt með að koma hér fyrir utan þinghúsið í miklu meira mæli en nokkurn tímann hefur sést hér áður á Íslandi. Og vil ég þakka almenningi fyrir það að sýna þau borgaralegu réttindi í verki sem þau hafa til þess að mótmæla óþolandi ástandi. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Steinunn Þóra Árnadóttir tekur til máls um fundarstjórn forseta. Hæstv. forseti, þau svör sem hæstv. ráðherrar hafa komið með hér í dag hafa verið gríðarleg vonbrigði. Það hefur engin viðleitni verið hér í þá átt að fordæma það að Ísland eigi líklega heimsmet í því að eiga reikninga í skattaskjólum. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra talar mikilvæg verk sem þurfi að klára og það að trúverðugleiki landsins sé mikils virði. Virðulegi forseti, ef hæstv. ráðherra væri einhver alvara með þessum orðum, þá hefði hann vitanlega verið búinn að stíga til hliðar og segja af sér sem ráðherra fyrir löngu síðan. Það er mikilvægt að hefja ítarlega rannsókn á notkun á skattaskjólum og herða lög til þess að það sé ekki hægt að fara með verðmæti úr landi. Og eftir þau svör sem hér hafa verið gefin í dag, þá treysti ég þessum mönnum ekki til þess að hefja slíka rannsókn. Þess vegna verður að setja á dagskrá hér vantrauststillögu á þessa ríkisstjórn og koma henni frá sem allra fyrst. Við verðum að kjósa strax. Hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Brynhildur Pétursdóttir tekur til máls um fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, allir þeir punktar sem hafa komið hérna fram í umræðunni í dag eru bara ótrúlega réttmætir og mikilvægir. Það er eitt sem ég langar aðeins að nefna sem mér finnst vera mikið áhyggjuefni og það er meðvirknin sem hefur verið í gangi hjá þingmönnum Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins með sinni forystu og meðvirkni getur verið bara hreinlega stór hættuleg og þessi leiðtogadýrkun það er langt síðan að það afhjúpaðist að keisarinn var ekki í neinum fötum. En sá tími sem það tók stjórnarflokkana og kannski Framsóknarflokkinn að grípa til aðgerða var allt of langur og hefur bakað okkur tjón. Ég vil þó hrósa vinum mínum Framsóknarmönnum á Akureyri fyrir að hafa tekið af skarið þó seint væri, en meðvirkni í pólitík á ekki að líðast. Og þessi leiðtogadýrkun, henni verður líka linna. Þetta er kannski svona aukaatriði í stóra samhenginu, en mér hefur bara, ég verð að segja virðulegur forseti, mér hefur ofboðið þessi meðvirkni sem hefur verið í gangi hérna. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir tekur til máls um fundarstjórn forseta. Herra forseti, það er eiginlega óskiljanlegt að við horfum upp á það eigi að koma hér á ný ríkisstjórn í landinu, ráðuneyti Sigurðar Inga Jóhannssonar, með innanborðs ráðherra sem hafa átt fyrirtæki í skattaskjólum. Við búum við það ástand núna að hæstv. fjármálaráðherra hefur átt slíkt fyrirtæki. Hæstv. fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins ætlar að halda áfram sem fjármálaráðherra í ríkisstjórn Íslands. Og þegar hann er spurður ágengnar spurninga þessa sögu sína, þá eys hann óhroða yfir þá þingmenn sem spyrja
og bendir einnig á að það eigi ekki að persónugera vandann. En ég vil benda á, herra forseti, að það er stórkostlegt vandamál fyrir Ísland að vera með fjármálaráðherra sem hefur geymt eignir sínir í skemmtanskjóli. Hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Valur Björnsson, tekur til máls fundarstjórn forseta. Ég kemur bara inn til þess að lýsa við mikilli hryggð á þessari byrjun sem var hjá tilvonandi forystumönnum ríkisstjórnarinnar. Þeim datt ekki til hugar að standa hér og sýna iðrun og biðja þjóðina afsökunar á þeim farsa sem okkur hefur verið boðið upp á hér síðustu daga. Og þetta er fyrir neðan allar hellur. Það er engin auðmýkt eða neitt til í ranni þessara manna. Ég hef hvatt til þess alveg frá byrjun. Ég man eftir ég sagði það í stefnuræðu hæstv. Forsætisráðherra í stefnuræðunni 2013 haustið, að ég hef skorað á hann að sýna auðmýkt og taka tillit til allra sjónarmiða, líka þeirra sem ekki kusu hann. En hann hefur hunsað það algjörlega, því miður. Og ég vil líka segja það, þó mér komi ekkert við hvernig þingmenn Framsóknarflokksins starfa, þá finnst mér með ólíkindum framkoma foringja þeirra gagnvart þeim. Og að þeir skuli fylgja honum í einu og öllu er mér algjörlega óskiljanlegt, vegna þess að það er góða fólk sem ég hef fengið að starfa með hér í 3 ár á það ekki skilið hvernig komið fram með fyrir það. Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Birgitta Jónsdóttir, tekur til máls fundarstjórn forseta. Forseti, ég vil biðja forseta að tryggja það að ef ríkisstjórnin ætlar hér að koma fram með þá kröfu að þeir fá að ljúka þingmálum og halda áfram að vinna þrátt fyrir fullkomið vantraust á þeirra verk, aðeins fjórðungur þjóðarinnar treystir þessari ríkisstjórn, að þá vil ég fá nákvæma dagsetningu. Og ég veit að það sama á við alla þingmenn stjórnarandstöðunnar og án efa þingmenn þeirra eigin. Mér langar líka að benda á, því að kom fram í umræðunum hérna áðan sem er svo alvarlegt, er að það er talað að það sé allt í lagi, það er löglegt að hafa eignir sínar í skattaskjólum og það er erfitt að eiga peninga á Íslandi. En forseti, þó svo allir Íslendingar myndu vilja fara með eignir sínar í skattaskjól, þá er það bara þannig að það eru miklu fleiri sem eiga í vandræðum út fyrir að eiga ekki peninga heldur en hvað er að gera við þá og út af því að þeir eiga svo mikið af þeim. Það skulum við hafa í huga og það er ráðherra hér hjá ríkisstjórn sem með allt niður sig komi og tali eins og það sé einhver sjálfsagður hlutur að hafa eignir í skattaskjólum þegar við berjumst gegn tilveru skattaskjóla eru þetta fráleitur málflutningur og setur þingið niður. Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir, tekur til máls fundarstjórn forseta. Já, herra forseti, það er þetta viðhorf hjá þessari ríkisstjórn gagnvart skattaskjólum yfir höfuð. Hæstvirtur atvinnuvegaráðherra og tilvonandi forsætisráðherra segir hér í ræðu að það sé bara ekkert að því að geyma fé á lágskattasvæðum. Það er bara mikið að því fyrir samfélög. Það er bara mjög mikið að því. Og þetta er líka eitt sem hefur verið gegnumgangandi í áratugi áður en hrunið varð, að þessi stjórnarflokkar sem núna eru við völd og voru við völd gerðu ekkert í því að koma í veg fyrir slíkt. Gerðu ekkert í því. Og þess vegna hefur það verið viðvarandi að fjármagnseigendur í þessu landi, auðvaldi í þessu landi, útgerðareldin í þessu landi hefur verið að koma fé sínu fyrir í skattaskjólum. Og það er bara ekkert að því, nema það komst upp af því að Panama-skjölin voru birt. Og þá reyna menn að sýna einhvern málamyndabrag að hliðra til í sætum með sömu sjónarmiðum þar á bakvið. Og það er bara ekki líðandi fyrir þessa þjóð og almenningur sættir sig ekki við slíkt. Því það eru 2 þjóðir í þessu landi og við þurfum að koma þessari ríkisstjórn auðvaldsins í burtu. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Össur Skarphéðinsson, tekur til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, þegar friður rofnar í samfélaginu með jafn afgerandi hætti og núna, þá verða valdþættirnir Alþingi og ríkisstjórn að leggja sig fram að skapa aftur frið og sátt. Hæstvirtur verðandi forsætisráðherra er grandvar maður sem áreiðanlega vill, eins og flestir og allir forsætisráðherrar gera sitt besta.
En hann verður að gera sér grein fyrir því að höfuðskylda hans núna er að reyna að finna leiðir til þess að sætta samfélagið. Þá rifjaði ég upp að hér er svo miklir úar sumarið 2004. Þá lét þáverandi ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks gera greinargerð friðarskylduna í samfélaginu. Í kjölfarið þá dró sú ríkisstjórn fjölmiðlalögin til baka og stjórnarandstaðan lét nótt sem nam og hætti við að krefjast afsagnar ríkisstjórnarinnar. Nú verður verðandi hæstv. Forsætisráðherra að velta fyrir sér hvað er best til þess að lægja öldurnar. Er það að búa til ríkisstjórn sem nýtur minnsta fylgi sem nokkur ríkisstjórn hefur notið í upphafi ferilsins? Er það að mynda ríkisstjórn sem nýtur samtals 28% fylgis? Vitaskuld ekki. Besta sem að hæstv. Verðandi forsætisráðherra getur gert er að fallast á það að nú á fólkið að fá að tala og setja fram tillögu kosningar og við munum sjá til þess að áður heldur en að gengið verður til þeirra þá eru gengið frá því sem nauðsynlegast varðandi uppgjör slitabúanna.